Góðan daginn, gott fólk. Og byrjum eins og oft áður að við laga þetta til. Já, það var svona. Hefur mann ekkert svona. Hann skiptir ekki öllu máli, maður. Skiptir hann öllu máli. Við höfum þetta svona. Setjum það. Ok. Við þvælum þetta ekki meira fyrir okkur en þetta. En hérna eldfærin okkar og við ætlum að kveikja einu kerti á. Og síðan þessu hér. Því við ætlum að lofa drottin smá. Svo tilverðan ekki grá. Það þurfum að vera okkur lítil hjá okkur kertin. En við eigum stærri kerti en við leifum þessum að brenna betur upp. Þegar við erum svo nýtnar manneskjur hér. Og er það ekki vilji Guðs að við séum svona nýtum vel það sem við erum með? Ég myndi segja það. En það er svo misjætt hvernig við erum. Við erum nú gjörn á að fleygja öllu. Svo förum við jafnvel út í tunnu og leitum að því við fleygðum aðeins svo miklu í þetta skiptið. Það er allur gangur á. En við kveiktum kerti á með þessu. Þetta er nútíminn. Sumir okkar muna eftir drega eldspýtunni ekki. Það er gamli tíminn. Þú tókst stokk upp úr vasa, dróst hann út, tókst eldspýtu og tikk. Og þá gastu kveikt einu kerti á með eldspýtu. En þetta hefur líka orðið þróun þar. Þetta er nútíma eldspýtan okkar. Gerir sama gagn. En það er aðeins öðruvísi útbúið. Sumir finnst þetta kannski þægilegra. En drega eldspýtan blessuð leið undir lok með komu þessa tækis. Það er kannski drega eldspýtan ennþá til, eða eldspýta til, jú, það lítur að vera til eldspýta, þegi. En þetta er svo sem ekki mitt áhugasvið lengur og hefur reyndar aldrei þannig sé verið. En það hef ég aldrei reykt. En þú hefur séð mér reykja og vilt minna mig á það. Ég var svona svolítið, ég tók annars slagi vindil. Ég veit ekki af hverju en ég gerði það, en ég er löngu hættur því. Þegar maður var í siglingunum í gamla daga þá, ég veit ekki af hverju, maður keypti sér alltaf vindla. Og átti yfirleitt alltaf til vindla heim og ef eitthvað koma þá púum við vindil út í loftið. Þetta voru aldrei neina reykingar hjá mér og ég gætti mér nú alltaf á því að fara aldrei of langt með þar að maður yrði nú eitthvað háður þeim. Og það var heldur ekki og svo bara leið þetta undir lok og það var án átaka minni hálfu. Og það er áratugi síðan að ég tók minn síðasta vindla reykingarsmók. Við tölum orðið í áratugum kallar á borðið mig og mínum aldri. Við munum svo langt aftur í tíman. En samt erum við bara þeir menn sem við höfum alltaf verið. Það er ég nú búin að komast að er. Þannig við erum bara úr Hafnarfirði eða Reykjavík eða hvað sem er af landinu, sömu menn. Var ekki bara ágætt. En vonandi ögn skárri menn en við vorum einu sinni, því að náttúrulega höfum við lært hellingalífinu og lífið er bara eins og það er, mætir okkur í sinni mynd. En það mætir okkur líka í mynd Biblíunar.
en þó ekki fyrir en eftir að trúin komið til skjalana. Þetta er stórmerkilega fyrirbrigði sem heitir trú á Jesú Krist. Allt í einu bara mætir hún í teitið. Og það er nú þannig með þessa ágætu trú að hún ryður sum út á borðinu og segir við eigandan, heyrðu vinur, þú þarft ekkert á þessu að halda lengur. Nú er komið nýtt til skjalana og þú í fögnuði þínu náttúrulega hleypur með þetta þangað sem á að hleypa með þetta með og það er nú yfirleitt í ruslafötunni eða á ruslahaugana og því að þetta er eitthvað sem þú ætlar ekkert að nota meira. En þú ætlar ekki og ferð ekki eftir þessu og tínir það aftur heim. Því að þetta er eitthvað sem að þú þegar búin að viðurkenna að sé liðin tíð og tilheyri þínu gamla lífi. Maður gekk í þetta hreinsi verk eins og allir líklega aðrir sem að tóku kristnum trú gerðu, en ég hendi ekkert öllu, aldeilis ekki. Drottinn benti mér á það sem að ég ætti að losa mig við og ég losaði mig við það strax. Ég átti mikið að tónlist á þessum tíma, 100 kassetta. Ég man eftir því ég var að koma heim úr Reykjavík á bílnum mínum, skótabíl ykkur, ég átti oft skóta. Og ég man hvar ég var að keyra niður í Engidal úr Kópavoginum á þeirri leið og þá talaði Drottinn til mín og sagði, hentu þessari tilteknum kassetu í rekkanu þínum. Ég vissi hvaða kasseta þetta var og ég sem sagt ég kem heim að þá gengi beint að kassetu rekkanum mínum og dreg út skúffuna þar sem þessi kasseta var í og fórum með hann út í tunnu. 1 kasseta. En eftir stóðu á 400-500 kassetna með bara venjulegri veraldlegri músík eins og maður var að hlusta á. Þannig að Drottinn gerði nú ekki meira kröfur en þetta, en sumir segja, og ég er ekkert að banna að gera það, að þeir eru að rusla bara út úr íbúðinni helst öllu þegar þið verið trúaðir. Ég hef nú alltaf verið þeim megin, ég hef nú bara leyft Drottni að ráða þessu. Og hann er alveg held í einfarum að ráða þessu. En við erum stundum að grípa fram í fyrir hendurnar á honum og gera meira úr en hann er eiginlega að fara fram á. Af hverju viljum við gera eitthvað meira en Drottinn er að fara fram á og við losum okkur við? Ég held að hann sé alveg einfarum að velja það hvað okkur er fyrir bestu og hvað í raun og veru er að hindra okkur og það held ég að hann bara gangi að losa okkur við sem truflar okkur. Ég man eftir því að hans áliti virtist þessi kasseta mögulega hugsanlega geta truflað mig og hún fór og hefur ekki komið aftur auðvitað og það var eitthvað að bókum líka. Nei, það voru nú reyndar, ég gekk nú bara á alla bækurnar mínar eins og að lögðust því sem voru nú ekki margar orðnar eftir, já þó slatti svona. Og ég setti þær í kassa og ætlaði bara að henda þeim. En það var nú einhver í ættinni sem vildi nú ekki að ég gengi svo langt og allavega tóka þær í geymslu, ég veit ekkert hvort hann sé með þær ennþá í geymslu, ég bara hef ekki pælt í því, ég hef ekki spurt það. Allavega hef ég ekki tekið þær tilbaka og ég sakna svo sem ekki þessar bóka en ég las mikið á sínum tíma en ég eiginlega les ekki neitt nema þessa hérna yndislegu. Þetta er bókin sem ég les og ég hef eiginlega lesið eina frá því að ég endurfæddist, tók trú sem sagt. Og ég sakna svo sem ekkert bókana og ég læt þessa bók bara duga mér í dag. Hvað sem þú hefur það að segja þá er þetta nú það sem ég hef gert. En ég er ekkert að segja að þér hvað þú átt að gera. Þú gerir þetta bara væntanlega samkvæmt vilja Guðs. Og svo er það líka annað með þetta að Drottinn veit alveg hver þú ert, hvað þú þarft,
hvað þú þarft að hafa hjá þér til þess að trúin vaxi á eðlilegum hraða, því að þetta snýst allt það eftir að trúin komin og hún vaxi á sínum eðlilega hraða. Og þetta líka annað sem að komst að þegar trúin kom til skjalana, að trú langhlaup. Ég myndi nú segja að það væri nú orðið svolítið langt hlaupið mitt til að mynda eftir 35 ár. Er það ekki annars rétt hjá mér? Er það ekki svolítið langt? Trúin langhlaup og hér Biblían og þessa Biblíu er ég ennþá að lesa af því að þetta langhlaup. Og það rifjast upp fyrir mig núna þegar Drottinn talaði til mín þegar ég var að mæðast yfir því að ég myndi aldrei klára Nýja testamentið. Þá var ég að stíga bara mín fyrstu skref í dag. Þá sagði við mig Konráð, ekki hafa áhyggjur af því að þú klárar ekki í Nýja testamentið, því að þessa bók átti eftir að lesa svo lengi sem þú lifir. Og já, ætla sé ekki komið 34 ár síðan hann talaði þetta til mín og 4 árum setna eða 35 árum setna, þá er ég ennþá að lesa þessa bók, því hann hafði verið lög að mæla þar. Að ég myndi ekki leggja hana frá mér, heldur lesa hana svo lengi sem ég lifi. Og þetta hefur verið hlutskipti mitt, að ég les orð Guðs svo til á hverjum degi. Og ég hef nú þann séð á að ég les bókin áður ég geri nokkuð annað. Ég er ennþá kaffikall, ekki jafn mikill harður drykkjumaður í kaffinu og ég var. En ég byrja alltaf daginn á því að hella mér upp á könnuna og svo náttúrulega tekur smá tíma fyrir kaffivélina að skila niður kaffinu og þá er fínn tími til þess að lesa Biblíuna. Og ég held að þetta sé gott að gera þetta svona vegna þess að þegar þú svona árla dags þá er minnsta hættin á því að þú verður fyrir einhver áreiti og þegar þú verður fyrir áreiti þá er það af truflun og bara það að gera eitt og annað það getur verið sitt áreiti. Þess vegna er þetta held ég bara mjög góður siður að fara og lesa orð Guðs áður en að neitt áreiti er komið til skjalana en það kemur. Og það er líka hef ég tekið eftir að þegar maður er að fara að lesa Biblíuna og á það til að fara í einhver aðra sálma meðan augnablik ætlar maður. En maður sér að þetta augnablik það getur tekst svolítið á því. Þannig að það er langbesta leiðin í þessu öllu saman, það er bara að taka bókin og lesa og byrja daginn með þeim hætti. Svona þegar þú ert búin að sitja á könnuna og þá tyllir þér bara augnablik og lest kaflaninn, ef þú ert þeim megin og á meðan þú ert að lesa kaflaninn, að þá klárast úr kaffivélinni og þú getur fengið sopaðinn þegar þú hefur lagt orð Guðs frá þér. Og þá getur þú farið að gera það sem þú ætlar þér að gera og svona dagurinn svona hjá þér er svolítið merktur. Þannig að þó við séum orðin komin að vinnumarkaðnum og farin að þykja okkar ágætu ellilauna þá erum við auðvitað að starfa. Og svo Guði fyrir að þakka, ég er heilsugóð manneskja, hefur alltaf tíð verið og er það enn og ég er starfsöm manneskja líka. Og núna í Guði, svona 90% af öllu því sem ég geri, það er eitthvað sem tengist honum með einum og öðrum hætti. Og þetta sem við erum að gera hér er eitt af þessum verkum sem maður er búin að sinna núna all lengi og er í sjálfu sér ekkert að fara neitt með. En það vil ég Guðs og það er erfitt að hlaupa úr því verki en þegar hann hefur talað þá bara er það sjálf hætt því að einhvern veginn þá hverfur þetta bara frá manni og það er svona friður yfir öllu sem Guð gerir. Það hverfur þetta frá manni en vístur að eitthvað annað mun taka við.
þannig Guð. Þannig að þú ert í raun og veru aldrei bara án nokkurs verkefnis þar sem Guð er annars vegar. Hann vill að við störfum og þú sem heilbrið hraust manneskja vilt að sjálfsögðu einnig. Þannig að Drottinn sér fyrir oss öllu. En við þurfum þá að vera á hans stað til að svo megi vera. Og þetta er dagurinn í dag sem hann gaf og við erum að starfa við það sem að okkur snýr. Sumir yfir ykkurum skræðum sem að tilheyra orði Guðs og aðrir í öðrum verkefnum, en sumir eru forréttindamenn og þeir geta leyft sér að vera þarna. Og ég í raun og veru hef ekki gert neitt annað en að sýsla með orð Guðs alveg síðan ég kom inn í kirkjuna og það var í kringu 2000 sem ég gekk inn í hana. Þannig árin þar að baki eru orðin all mörg vegna þess að maður eldist og árin líða. Þetta er ekki trúsunar efni en kannski miklu meira þakklætisefni vegna þess að maður hefur fengið í öll þessi ára að kynnast Guði, fræðast Guð og breiða út orð hans svona með þeim hætti eins og hann vill að gert sé. Og það er auðvitað hvatningin til þín og okkur allra að við gerum það sem Guð er að kalla okkur til að gera. Menn geta haft alls konar skoðanir á því sem þú átt að gera og sagt ýmislegt það en ekki hlusta á það, leyfðu bara Guði að tala til því Guð er persónulegu Guð. Þú ert bara persóna sem hann tók að sér og hann ætlar annars og hann ætlar að nota. Leyfðu hann bara nota þig. Því að það sem að Drottinn gerir myndu ráða við og fá allan skilning á sem þarf til að gera verkið ekki bara vel heldur með miklum sóma. Allt sem Drottinn snertir á er gert með sóma. Hann sér sjálfur að það sé til sóma. Og þannig að við getum alveg stíð út í þetta sem að Drottinn er að kalla okkur til að gera og við gera það með sóma af því hann sér sjálfur það að sitt fólk skilja af sig verkefnum með öllu þess sóma sem sem verkefni byggir á. Við þjónum merkilegum Guði. Við þjónum Guði sem fer ekki neitt manngreinar álit. Hann tekur þig eins og þú ert með allum þínu kostum og göllum þú ert með og hann gerir eitthvað gott úr því. Þetta snýst ekkit þennan einstakling. Það snýst það að Drottinn fá að nota hann eins og Drottinn vill. Og hvað vill hann nota þig? Ég er að sýna þér það sem hann vill að ég sýsli við til að mynda í kringum þennan þátt og í kringum orð Guðs og þetta hefur maður rekt síðustu 20 frá því ég stíði inn í kirkjuna fyrir bráðum 25 árum. Ég hef ekki gert neitt annað. Og Drottinn hefur séð mig til anda, sálar og líkama í allan þennan tíma. Í dag er ég komin á ellilaun og þigg bara ellilaunin mín og er sáttur við þau. En hann auðvitað skaffaði manni auðra líka með öðrum hætti fram að þeim tíma, þá voru ekki há laun. Ætli ég ekki hækka í launum þegar ég komst á ellilauninum rúmar 100.000 krónur, ég hugsa það, eða meira, 120-30.000. Þannig ég kann að lifa af litlu, þú sér það. Og alltaf hafði maður nóg að bíta og brenna og hef frá þeim tíma sem Drottinn tók við mér og ég fór að stíga út í verk hans, þá hefur hann séð þessa hluti og alla hluti til anda, sálar og líkama. Ég þigg næringu úr orði Guðs, ég þigg næringu af trúminni sem eflist við og svo stundum fer maður í verk fyrir Guð sem að efla andan og styrkja trúna líka, þannig að þetta tengist alltaf sterkar og sterkari böndum og það er ennþá að gerast að böndin eru sterkari og sterkari vegna þess að maður er að gera það sem að Drottinn er að bjóða að maður geri. Hvað er með þig? Hver er staðan? Ég veit það ekki, en ég biði þetta að hún sé góð í Jesú nafni því að þú er að muna það hver sem afstæðin er í dag að þá er Kristurinn sami, hann hefur ekkert breytt sér.
Má vera að þú sért ekki á sama stað og varst, en það í raun og veru breytir ekkert Kristi. Hann er eins og þú hefur alltaf þekkt hann. Barátta mín við trúna mína, hún snertir ekkert Krist, en hún snertir mig. Og ef ég ekki að mér og passa mig ekki, þá gæti svo farið að ég er allt í hennu komin út fyrir. Og það vill ég ekki. Ég vil ekki enda þar. Það er slæmbýtti. Það var reynt alltaf sem maður hefur reynt í Jesú nafni og enda svo fyrir utan, vegna þess að maður hugði ekki að sér á einhverjum tímapunkti og lét einhverja gremju og einhvern biturleika bara vísa sér út fyrir. Það er ekki gott hlutskipti. En það er hlutskipti einhverja, ég veit ekki hvort það fólk er margt eða fátt, en það er hlutskipti einhverja, en ég segi, það þarf enginn að lenda í því. Sér Drottinn er í sami, hann tók þig að sér og gerði það í fullir alvöru, setti allt fyrir fram að þess að þú þarft að nota og fá, og það er ekki á hans ábyrgð að ef þú notar þetta ekki. Við erum að athuga það að ég er frjáls manneskja og Drottinn hlutast ekki til það sem ég vel, og það hefur maður séð aftur og aftur og það hefur þú séð ábyggilega jafn oft og ég að er. Við sjáum menn ganga út í tóma þvælu og við getum ekkert gert nema viðkomandi snúi sér við. Hann þarf að sjá þetta eða hún, og meðan viðkomandi sér þetta ekki, gerist heldur ekki neitt. En þetta er allt saman eitthvað sem við getum lært af. Og Guð hefur gefið mér að læra af, og ég hef nokkru sinni sagt við mig, þetta er svona áföll annara, ég segi, úr því að þessir menn lendi í þessu, þá geti ég það líka. Svo sagði ég vill þetta ekki. Nákvæmlega. Ég vill þetta ekki og ég stend á því. Og viðurkenni þar með að ég er bara jafn breyskur og handónýtur á þetta fólk sem lét leiða sig út fyrir og er þar ennþá kannski. Það er ekki það sem ég vil. Og þetta er það sem ég hveti til að taka afstöðu með, og það er að taka afstöðu með trúniðinni, með sjálfuður leið. Því að þú gerir það ekki, þá geti ég ekki gert það fyrir þig hversu mjög sem ég vildi það. Þannig eru bara býttin á þessar eyri að ég þarf að velja söm. Ég vel mitt líf sjálfur og það verður aldrei tekið frá mér að velja og hafna. Og ég hafna syndinni, það er nú gott ráð, en það getur enginn gert það fyrir mig. Ég þarf að hafna henni sjálfur og ég þarf að neita henni að koma þegar hún vill. Hún sækir á mig alveg jafn mikið á þig, en ég neita henni að koma og það get ég gert. Ég trúna til þess að hún gefur mig kraft til þess að neita henni að koma. En hún er á vappi, alveg svo í kringu þig. En neitar þú henni að koma? Fellir ekki stundum fyrir henni? Og það er ekki gott. Þú þarft að afskrifa syndina. Þú þarft að afskrifa hverja hugsun sem er bara syndu hugsun. Ég get ekki gert það heldur fyrir þig. Þú þarft að gera þetta sjálfur. Þú sér það að það er svo margt sem ég og þú þurfum að gera í eigin mætti eða sjálfi á. Ekki eigin mætti, heldur með kraft trúarinnar yfir okkur og við inn í þessari trú, og þá er okkur við engri hrösun hætt. Og hér er aflið sem heldur okkur inn í þessu hring. Orð Guðs, og það er trúin þín sem dregur þig orði Guðs, einmitt til þess að þú sett staðfastari í dag en þú varst í gær að vera inn í þessu hring, lokaða hring sem heitir Jesús. Og þetta er ekkert lítið svæði sem þú hefur raun og verið alltaf svæði sem þú þarft á að halda og finnir þig á engan hátt aðþrengda mannesku. Ég hef aldrei upplifað mig síðan ég komst til trúar sem aðþrengda mannesku og nokkurn hátt, en kannski komu þeir dagar upp áður en maður kynntist trú að maður upplifði sér svolítið aðþrengdan. En það hefur ekki gert síðan að trúin kom til skjala, þannig að hún er á öllu leyti það besta sem fyrir mig hefur komið. Og ég held þú takir undir það með mér að svo sé, en ég veit að þú hefur þetta glíma við margt sjálfur og sjálf. Það er allt annað mál.
Þetta barátta að stunda trú, barátta við einhverjum og sérilega í sjálfum sér, holdið sér, sem að vill yfirleitt allt annað en við erum að fá í Guði. Það er vegna þess að þakklæti okkar er oft svo áfátt. Við erum svo vanþakkláttar manneskjur og við erum stundum með frekjugang og yfirgang og heimtum þetta og hitt á Guði og kannski vegna þess að kennslanni hefur ekki alltaf verið rétt sem við erum að fá. Tíma var hún reyndar alveg hræðilega röng vegna þess að einhvern veginn það lá í orðanum þessar allsnægtir sem við áttum að hafa ef við værum trúið. Og það verður ekkert verið að draga neitt úr því, þú áttir að geta ekið á hvaða bíl sem var og flottasta bíl sem til var en til hvers? Er Guð þar? Er þetta ekki bara minn eigin hégómi að velja að fá þetta? Er þetta ekki bara að halda í einhvað sem hefur alltaf fyllt mér? Að geta svona lítið svolítið glæsilega út, efnalega séð. Er þetta ekki bara sama hugsun? Og hver er þá munurinn á Kristi og þessu? Engin, í raun og veru. Enda er þetta fallið sjálft sig og þessi boðskapur, svona eða ekki boðskapur, er ekki lengur í gangi hvað kirkjuna varðar. Þannig hún hefur auðvitað tekið sér taki og áttir að taka sér meira taki og standa gegn ýmsu sem er í gangi núna, en við vitum að er ekkert annað en bara andstæða við orð Guðs. Þannig að þessu verður allir saman ýtt til hliðar og þess vegna reyni ég og legg ég kapp á að þessi dagur sem bara gefin Guði. Ég þarf ekkert að lenda í einhverjum jarðskjálftum, andlegum jarðskjálftum vegna þess að ég auði ekki að mér. Ég get aukt að mér í dag og ég vil að Guð sé með mér í að ég auki að mér réttum hætti. Þess vegna er ég að velta fyrir mér orðið Guðs. Þess vegna er ég að rækta samfélagið mitt. Þess vegna þykir mér vænt samfélagið mitt og þess vegna þykir mér vænt mitt trúaða fólk, bræður og systur sem ég umgengst og á marga sem mjög góða vini og það verði nú að viðurkenna að er. Þannig að þetta er fjölskyldan mín í dag og hefur reyndar við alveg frá því að ég kom inn í kirkjuna, en það hefur auðvitað hrygt í þar eins og allstaðar annar staðar og í hvaða fjölskyldu hryktir ekki í hana vefið. Ég bentu mér á hana. Af hverju? Því ég og þú erum það. Það er ástæðan. Og ég og þú erum bara eins og við erum. Við erum ekki alltaf skemmtilegasta fólkið í hópnum, vinsalasta stúlkan í hópnum eins og einhvern tíma var sagt. Við erum það ekki alltaf. Og ástæða til vegna þess að við erum bara eins og við erum. Svona í dag og öðru svo morgun. Og þannig verður þetta áfram. En það eigum við sameiginlegt með öllum öðrum trúuðum fólki að við elskum orð Guðs. Það held ég við megum eiga og eiga með réttu. Við elskum orð Guðs þó við séum kannski ekkert alltaf uppteknanda fólki við að kynna okkur orð Guðs. Þá elskum við orð Guðs vegna sem við vitum hvaðan það er komið. Það er eitt sem kemur með trúnni að við vitum í trúnni inn í hvað umhverfi við erum og hvað við eigum og hvað eigum við. Við eigum fyrst og fremst Jesú að og við vitum hann dó í okkar stað, þannig að við þurfum ekki að deyja og hann rétti okkur þessa bók sem heitir Biblían og hvetur okkur stöðu til þess að lesa í henni og í mínu tilviki gerðist það að allar bækur aðrar eru fyrir utan. Þetta er eiginlega eina bókin sem ég á og þetta er eina bókin sem ég les. Ég á nú reyndar nokkra bækur sem ég er nú ekki einu sinni búin að klára og allar lítið í. Það er nú allar áhuginn hjá þessum gamla fyrrum bóka ormi sem las og meira. En aldrei í orði Guðs. Vegna þess að það kom ekki fyrir en að trúin kom til skjalana og þá uppgötaði ég það og var svona eitt af mínu fyrsta sem ég hugsaði, ég þarf að fá með Biblíu. Þannig að breytingin var nokkur.
Og hér eru við með orð Guðs fyrir framan okkur. Alveg svo þau gert, eða ég hef gert, frá því að ég frelsaðist í raun og veru. Svo hef ég verið með orðið Guðs fyrir framan mig daglega. Og svo tími löngu liðin að ég segi, ég klára þetta aldrei maður. Þegar Drottinn talaði til mín. Hafðu ekki á að gera því, Unnur, að þú klárar þetta ekki, því að þú ætlar að lesa þetta svo lengi sem þú lifir. Og frá þessum tíma eru liðin, örugglega 34 ár, kannski 35, eða 34 ár. Og þú sér þennan einstakling við sama heygarðshorn, búin að opna bókina og að fara að lesa. Orðinn 35 árum eldri eða 34 árum eldri, komið með grátt hár og broddakliptur, og var það nú ekki, hann er búin að vera í 10 ár líklega. Ég kann vel við þetta. En einu sinni var hárið mitt, ekki svart, heldur, ég heita ekki skolleitað. Ekki grátt hár á þessum haus og það var með þykkt og fallegt hár sem rakarar elskuðu og sögðu í hvert skipti sem að þessi settist í rakarastól. Ef ekki gera eitthvað gott við þetta hár, setja strípur í þetta og svona. Ég sagði alltaf nei, engan á að fyrir því. Og svo allt í hennu kem ég í rakarastól setna og þá sér rakarinn eitt grátt hár. Eftir það var aldrei nefnduð mig aftur hvort þú ættum ekki að gera eitthvað skemmtilegt við þetta hár, strípur og svona. Þannig að ég var laus við þau ummæli öll saman. Þannig að ég þurfti ekki að neita því framar, það ég hef engan á að vera því. Svona er þetta líf, það er ekkert nema hégómi. En við ráðum sjálf hvort við leifum hégómana að taka til sinna ráða hvað okkur varðar. Okkur er gefið ýmislegt. Ef við erum í Ámoskafla, 5. kafla, 7. kafla og við ætlum að lesa hér nokkur vers, allavega 1-2 vers. Vei hinum áhyggjulausu í Síón, hinu sjálfsöruggu á Samarafjalli, höfðingjum hinnar fremstu meðal þjóðana sem Ísraelsmenn leita til. Farið yfir til Kalne og leitist haldið þaðan til stórborgarinnar Hamat og síðan niður til Gat í land Filistea. Eru þeir þessum konungsríkjum fremri? Er landið þar stærra en þeirra? Þeir vilja tefja fyrir óætla deginum, en leiðið ofbeldi til hásætis. Þeir vilja tefja fyrir óætla deginum, en leiðið ofbeldi til hásætis. Þeir hvíla og legubekkjunum og fílabeini, tegja úr sér í hægindum sínum, þeir geða sér á lömbum úr hjörðinni og kálfana úr alistíunni. Þeir raula undir með hörpunni og finna upp hljóðfæri eins og sjálfur Davíð. Þeir drekka vín úr bikurum og smyrja sig með úrvalsolíu. En hryggjast ekki þótt Jósef líði undir lok. Sem sagt, þannig erum við að lesa aldeilis áhyggjulaust fólk sem er hægt að reyna að koma þessu góða að og er reyna sama hvað kemur, bara ef það bragðast nú vel, þá vilja þær elska það. Og svona er þetta nú enn. Bragðist það vel, þá viljum við elska það. Ef við látum það góða fara frá okkur og stöndum ekki vörð það góða
sem að þarf að vera og viðhalda til að það vonda ná ekki tökum á því góða og íti því til hliðar. Við sjáum að okkur er gefið mikið vald og þess vegna svo mikilvægt að við verjum Guðs orð og höldum því okkar megin og tölum það sem eitthvað sem akkur er í að halda og viðhalda. Og hver veit ekki sem að þekkir Jesú að þú viðheldur því góða með því að frambera þið góða, og hvað er betra en orð Guðs að frambera? Það er ekki til. Sumir segja reyndar að það ætti helst að loka það úti, en það er fólkið sem hefur verið afvegaleitt út í þessa sálma. Og við veitum alveg hvaðan þetta er komið sem að vill afvegaleiða fólk og fá það út í einhverja sálma sem að því er þóknanlegt. Og það er aflið sem að við viljum ekki taka yfir, og þetta er togstreitan sem við erum að horfast í augu við í dag, sem aldrei fyrr líklega, vegna þess að guðleysið er aldrei meira en akkurat núna, og því miður verðum bara að hryggja sjálfan sig með því að þetta mun vaksa. Því að það sá tími kemur að Drottinn stígi niður í umhverfi sem verður hræðilegt umhverfi. Þannig það er verið að undirbyggja þetta allt saman. En ekki með minni hjálp, því lofa ég þér. Og ég mun áfram breiða út fagnaðar erindið og gera það sem ég get til þess að það viðhaldist. Og við erum mörg á þessu stað sem að viljum vera þarna og erum með þetta að gera gott verk. Sumir sjá þetta góða verk, en bara sumir. Sumir vilja eitthvað annað. Og þeir eru að draga yfir sjálfa sig og þjóðinu leið einhverja hryggðarmynd sem enginn á einhverjum stað mun vilja kannast við að hafa neitt þátt í að gera. Þannig þetta er allt saman lúmst. Þess vegna þurfum við sem að höfum viskuna frá Guði að rísa á fætur og benda á þetta. Það er okkar verk að benda á það sem er rétt. Við veitum alveg að á brattan er að sækja og við veitum líka að margt sem er rétt er í raun og veru talið rangt af mönnum og konum heimsins. Og þetta fólk fer mikinn í þessu ranga sínu og nær langt í því. En þetta mun allt býta okkur í hælinn seinna. Þess vegna hljótum við að standa upp sem að þekkjum orð Guðs og benda á það. Þó við getum ekkert gert neitt annað, að þá getum við bent á það. Og við gerum það og erum óþreytandi við og höfum gert það alveg frá því að trúin varð okkar hlutskipti að benda á þetta. Ekki taka undir með bullinu í heiminum. Við getum það ekki og við viljum það ekki vegna þess að það allt saman er rangt. En við státum að því að þekkja það sem er rétt og stöndum á því fastanum fótánum að það sé rétt sem að orð Guðs er að segja. Við hljótum því að þurfa að vera þar. Við getum ekki dansað með heiminum sem er fyrst og fremst fallin, við megum ekki gleyma því, en orð Guðs varir til eilífs lífs og það mun síðast tala og ég vil vera þar. Ég vil að orðið verji mig þegar það stígur niður og talar og það mun verja mig. Trúin mér segir mér að það muni verja mig og þess vegna stend ég með orðinu. Ég stend með Jesú. Ég stend með frelsisverki Drottins og ég veit að hann mun síðastur tala af þessari jörð. Ekki bullið í heiminum, ekki aflið sem er að tortíma heiminum. Það mun ekki síðast tala, því verður öllu saman eitt út. En við munum standa eftir sem að trúum á Jesú og komdu bara til liðs við Jesús. Láttu hitt bara eiga sig, því að það er allt komið til að fara hvort þið er. Við erum þar sem er komið til að vera og þá höfum við bara Jesú einan. En hérna það er komin tími hjá okkur og við kveðjum að því við verðum að standa við tíman okkar. Og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram, verið þið sæl.